Ég er með gróðurhús í garðinum, þar sem ég ætla að rækta mig. Skrúðvangur er gróðurhús á Laugabakka í Húnaþingi vestra. Þar hafa staðið 2 gróðurhús með millibyggingu síðan 1986, en haustið 2018 keyptu Þorvaldur Björnsson og Kristín Guðmundsdóttir gróðurhúsin og hafa þar verið að rækta og gera upp húsin síðan þá. Við í raun og veru tókum við þessu með því að leigja það fyrst fyrir þetta 3. sumar sem við erum að rækta jarðarber hérna í húsinu. Það hefur verið undanfarin ár sko, í leigu fyrir fólk að rækta jarðarber og við sérst prófum og ákveðum svo að festa kaup hausti þar á eftir. Þess að 2018. Já. En hvað gerist þarna á undan? Hvernig ákveður maður að fara út í jarðarberjarækt á Laugabakka? Ætli sé ekki bara einhver þrá? Jú, líka sáum við þetta hjá bróðin. Já, bróðir minn var sko... Leið þetta árið undan okkur. Já, með félaga sínum. Já. Og þannig við komum að skoða og kíkja þá náttúrulega kemur bara þessi... Við komum í júlí sko, þegar allt er bara í húrrandi blóma og það er bara rauði jarðarber allstaðar og maður bara verður fyrir svona andlegri vakningu bara. Já. Og við vorum svo sem búin að hugsa þetta áður sko. Já, þú veist, það hefur alltaf blundað í okkur lítill garðyrkjubóndi. Líka bara á öllum svölum sem það hefur verið, á öllum görðum og allstaðar, þá hefur svona komið í gegn þessi löngun til að rækta. En ykkar tenging við svæðið, hver er hún svona í grunninn? Sko, ég er fæddur og uppalinn hérna og flutti héðan tvítugt og svo einhvern veginn bara, þú náttúrulega fluttir hérna sem unglingur. Já, svo fluttum við í burtu og vorum úti aðeins og svo komum við bara aftur heim. Og löngsaga stutt eiginlega. Já. En þið flytið út og búið í Kaupmannahöfn, stórborg í raun áður en þið komið aftur heim hingað. Það hljóta að hafa verið viðbrigði. Jú, að vissu leyti sko. Aðalega fyrir krakkana sem voru ekki vönið að búa út á landi sko. En það tókast, þetta er merkilegt, að það tókast á í manni þessu löngun til að vera í iðunni í stórborginni og þessu löngun til að vera bara út í sveit og ekkert einhvern veginn. Þannig að akkurat núna þá bara meikar það einhvern sens fyrir okkur að vera hér sko. En þetta hér eins og það lítur út núna í dag, þetta var ekkert svona þegar þið komið að þessu gróðurhúsi sem við stöndum í? Nei, þetta hús var eiginlega ónýtt sko. Það var, allar pípur voru sprungnar og vantaði meiri hlutana glerun í það. Þannig að við fórum í það svona hægt og rólega að gera þetta upp. Já, en það tilkomið út af því að þessi hús eru byggð 85 eitthvað það leyti og svo er það er í eigu eiginlega nokkur ár og svo síðustu 12-15 árin áður en við gerum þetta hérna megin upp þá er það bara ekki í neinni notkun. Það er bara autt og ekkert að gerast. Og fullt af illgressi og svona drasli. Já, það er búið að moka mikið. Og glerja mikið. Já. En það þarf nú töluverða kunnáttu til þess að gróðursetja svona, hvaðan kemur sú kunnátta? Já. Hún kemur eiginlega frá YouTube. Eiginlega á internetinu bara. Mætti halda. Þú veist, ég veit ekki hvort að garðyrkjusamfélagi mun hún að fara bara í hnút, en þú veist, þetta er bara það sem að einhvern veginn mann ger, ef maður brennur fyrir eitthvað, ef maður vill að þá finnum maður bara út af því. Og svo í rauninni er þetta náttúrulega ekkert flókið þannig að þetta er sko... Já, ég meina plöntur vilja vaksa. Já, vilja lifa, þannig að það er að hjálpa þeim bara við það. Finna þeim pláss. Svo snýst þetta bara um að reyta arfa. Já. Það er bara þannig. Það er bara mikið af því. Þú ert ekki gráði í það? Ég er með gráði í því, sko. Já. Sko, við erum með jarðarberplöntur hérna hinum megin, 4000 plöntur og sem er svona kannski, var aðal. Já, það er svona kannski það sem að stólar á þú veist, meðan maður er að byggja þetta upp og svona, það sem að stólar á í að fá innkomu, sko. Og svo erum við með þessar tómatplöntur hérna mestan part af þessu húsi og eitthvað af gúrkum og paprikum og við erum að gera tilraunir með chili og baunir og bara svona eitt og annað. Þetta er pínlítið eins og risastór heimilisgarður. Þetta er ekki stór gróðurhús, þetta eru bara 500 fermetrar gróðurhús og við erum bara í framleiðslu á sumrin, því við erum ekki með raflýsingu. Og það sem við höfum verið að stefna á núna er jarðarberin og svo erum við með áskriftapakka og erum svona eiginlega að rækta í það bara hér. Og svo reiknum við með þess að geta selt jarðarberin bæði hér og í kaupfélaginu Hvammstanga að sjálfsögðu
og tómatana kannski helst af því sem að mun koma upp í einhverju svona alvöru magni, sko. Já. Hvernig hefur það gengið að koma vörunum út? Bara mjög vel. Já, mjög vel. Fólk duglegt á kominga og í fyrra þurftum við ekki að okkur svona, veitu hvað að segja, bakhjarl til að senda í sölufélag garðyrkjubænda og við gátum eiginlega ekkert sendt þangað í fyrra því að við gátum selt allt bara hér eða þá í okkar nærumhverfi sem náttúrulega þægilegast upp á ég meina það dýrt að vera að gera eitthvað út á landi og þurfa að senda það einhvers og flytja það. Okkar plan alltaf að þetta fari héðan út sko, sem styst eða svoleiðis. Og það velkomið fyrir fólk þá af götunni bara að koma hérna inn? Já, bara meðan og það opið þá og við eigum vöru. Og við eigum vöru, þá það velkomið. En verðandi búin að búa í stórborg, gætu þið séð fyrir ykkur að fara aftur þangað? Ekki í augnablikinu, ekki eins og ég allavega. En svo náttúrulega í gegnum lífi þá höfum við margsinnis bara rekið okkur á það að ekkert bara ákveðið fyrir lífstíð. Þú veist, þetta bara í tímabilum og ég veit það ekki, kannski það veit það enginn einhvern veginn. Við erum bara að reyna að njóta þegar maður þar sem maður Allavega erum við í þessu núna. Já.